Verslaðu jólanammið tímanlega á frábæru verði. Netto. Sparaðu með okkur. Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín, sjónvarps Víkurfrétta. Framundan fjölbreyttur og skemmtilegu þáttur, en við fórum meðal annars og hittum Má Gunnarsson, einn af efnilegri drengjum Suðurnesja, en hann gríðarlega öflugur í tónlist og sundi. En hann var að keppa í söngvakeppni í Póllandi núna nýlega. En frá Má förum við til Grindavíkur og förum í körfubolta með fyrstu þríburum bæjarins, hugsið ykkur. En eins og þið vitið þá veðurfarið, margbreytilegt á Íslandi. Þess vegna þykir okkur, ekki síst okkur sem að búum í nágrenni Keflavíkur flugvallar, gott að kíkja til útlanda. Við fórum með Icelandair til borgarinnar Philadelphia sem einn af nýrri áfangastöðum félagsins og kynntum okkur borgina. Skemmtilegt innslag þaðan. Við flytjum ykkur síðan veglegan fréttapakka frá Suðurnesjum. Hvað í fréttum á svæðinu? Nánar það í þættinum. En við hefjum leikinn með þríburum í Grindavík. Þríburasysturnar Anna Margrét, Natalia Jenny og Thea Ólafía Lukic Jónsdætur 15 ára gamlar, en árið 2002 voru þær fyrstu þríburarnir sem höfðu fæðst í Grindavík. Víkurfréttir heimsóttu stelpurnar og foreldra þeirra fyrir 15 árum síðan, en þá kom í ljós þegar móðir þeirra var komin 5 mánuði á leið að hún ætti von á þríburum. Að sögn Jóns og Jönju foreldra stelpnanna var þetta töluvert sjokk, en leið þvílík gleði. Anna, Natalia og Thea æfa körfubolta og fótbolta af kappi og spila þær allar með meistaraflokki kvenna í Grindavík í fyrstu deildinni í körfu. Við hittum þær systur í íþróttamiðstöð Grindavíkur og spurðum þær út í körfuna, lífið og framtíðarplönin. Anna Margrét, segðu mér, hvenær byrjaðir þú að æfa körfu? Ég byrjaði í 1. bekk og ég ekki búin að taka mig pásu eða ekki neitt síðan. Æfir ykkur aðra íþrótt en körfubolta? Ég í fótbolta líka. Ég markmaður. Og hvaða stöðu spilarðu inn á körfuboltavellinu? Ég svona bakvörður. Já, ég tek stundum point guard líka. Hefur alltaf verið í bakvörðinu? Já. Thea, segðu mér, hvenær byrjaðir þú að æfa körfu? Ég byrjaði í 1. bekk. Æfir ykkur aðra íþrótt heldur en körfu? Ég æfi fótbolta líka. Hvaða stöðu spilarðu í körfunni? Ég 5 og fjarki og þristur sem kanti. En í fótboltanum? Ég miðjumaður. Segðu mér, Natalia, hvenær byrjaðir þú að æfa körfu? Síðan í 1. bekk í 9 ár. Æfir ykkur aðra íþrótt heldur en körfu? Já, fótbolta. Hvaða stöðu spilarðu inn á körfuboltavellinu? Ég point guard en ég líka á kanti. En í fótboltanum? Ég alveg mismunandi stöðum. Ég bara kanti, miðju, vörð. Já, þessi 3. Hvernig að æfa með systrum sínum? Það alveg gaman sko, en stundum getur að verið smá pirrandi og já. En pínu keppnisskap á milli ykkar? Já, alveg eitthvað sko. Hvernig þá? Ef við erum í sitt liðinu eða eitthvað, þetta getur alveg verið smá pirrandi sko. Það gaman, en það getur verið svona stundum skrítið, eftir æfingar gæti við komið svona svör til mömmu sem okkur var ekki eitthvað æfingu sem gerðist eitthvað, en annars það mjög gaman. Svolítið keppnisskap á milli ykkar? Það getur verið stundum, já. Það alveg skemmtilegt sko, en við alveg erum í keppnisskap sko. Við viljum vera betri hver annar. Og einmitt, talandi keppnisskap, hversu mikið keppnisskapið á milli ykkar inn á vellinum og á æfingu? Í leik þá vil ég oftast vera betri en þau og ekki vilja láta þau skora. En segðu mér líka, hvernig undirbýrð þú þig fyrir leik? Ég fer bara svona að hvíla mig og bara upp í rúm og eitthvað. Eitthvað sérstök rútína, matarrútína eða eitthvað þannig? Nei, ekkert eitthvað þannig. Hvernig undirbýrð þú þig fyrir leik? Bara borða hollt og fara snemma að sofa daginn fyrr og hvíla mig vel bara á leikdag. Og svo fyrir leik, hlusta á tónlistin í klefa og fyrir svo heiti. Ég reyni að fara snemma að sofa, sem fæ ég með hollan morgunmat. Og ég reyni líka að drekka mikið fyrir leik. Sem bara fyrir leik þá peppa okkur upp með tónlist.
Hver er mesta svefnpurkan af ykkur systrum? Ég. Og hver er þá alltaf sein? Ég. En segðu mér, hver er mesta svefnpurkan af ykkur systrum? Anna Margrét. Og hver er þá alltaf sein? Anna. En segðu mér, hver er mesta svefnpurkan af ykkur systrum? Anna. Og hver er þá alltaf sein? Anna. En hvað finnst þið vera skemmtilegast í körfubolta? Bara ná að vera bara ég sjálf og spila með liðinu mínu og allir því. Hvað finnst þið vera skemmtilegast í körfubolta? Bara gaman að spila, þú veist, það er mjög góð íþrótt og mjög gaman að vera körfubolti, sko. En hvað finnst þið vera skemmtilegast við körfuboltan? Mér finnst bara allt mjög skemmtilegt, sko. Mér finnst strippæfingar skemmtilegt og já, bara vera að spila körfubolta. En hver eru framtíðarplönin hjá þér? Eiginlega bara að halda áfram í körfu og mér langar að komast út í skóla. Já, og já, ég verði til að komast út og spila úti og það væri örugglega mjög gaman, sko. Og hver eru framtíðarplönin hjá þér? Bara ætla ekki að spila körfubolta áfram. Þú veist, ég vil frekar halda áfram í körfubolta heldur en fótbolta og reyna að komast langt að ég get. En hver eru framtíðarplönin þín? Ég ætla að reyna að fara í Bandaríkin í skóla þar og æfa körfubolta, sem bara að halda áfram í því og kannski fara í læknisnám. En eru þið systur líkar? Nei, ég held ekki. Við erum allar mjög svipaðar, sko. Eða svona mjög ósvipaðar. Ekki líkir karakterar, sem sagt? Nei, kannski ég og Natalía meira heldur en ég og Thea, sko. Já, annars er þetta bara, við erum allar sitt hvor raun á vellinum. Það er ekkert eitthvað svipað við okkur, mikið svipað. Eru þið systur líkar? Það segja margir að ég og Anna séum líkar, en ekki ég og Natalía. Svo sagt að Natalía og Anna séu líkar, en ekki ég og hún. En í skapi? Eru þið líkar í skapi? Nei, alls ekki. Eru þið systur líkar? Svona í skapgerð eða öðru? Nei, alls ekki. Mjög ólíkir karakterar? Já. Nú spiluðu þið allar í bikarleiknum gegn Keflavík síðastliðna helgi. Hvernig var það? Þetta var mjög erfiður leikur og við erum náttúrulega allar 15 og 16 ára, sem bara 2 yfir 20. Þannig að þetta var alveg mjög strembið leikur og þær eru náttúrulega með miklu meiri reynslu en við og þannig að. En við höfðum alveg trúna í að við gátum alveg haldið þessu. En eftir að Embla fór út af þá dróðu okkur aðeins niður, held ég. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Það er misjafnt hvað borgir víða heim eru þekktar fyrir en þrátt fyrir magnaða menningu og sögu, fjölbreytni í mat og drykk og fleira skemmtilegt, þá er það boxarinn Rocky Balboa sem kemur oft upp í hugan þegar borgin Philadelphia í Bandaríkjunum er nefnd á nafn. Boxarinn sem var leikinn af Sylvester Stallone eins og flestir vita, hljóp götur borgarinnar með aðdáendur á eftir sér og svo upp 72 þrep að listasafni borgarinnar í fyrstu bíómyndinni Rocky. Hlaup kappans í myndinni er eftirminnilegt og það þótti auðvitað við hæfi að setja upp styttu af kappanum við safnið. Styttan dregur að sér milljónir ferðamanna á hverju ári. Í borginni og nágrenni hennar í Delaware dalnum búa rúmlega 7 milljónir manna en þegar maður röltir götur hennar og miðbæ þá upplifir maður ekki yfirþyrmandi trafík og mannmergð. Hún er samt næstasta borgin á austurströnd Bandaríkjanna á eftir New York. Borgin er þekkt fyrir merka sögu í uppbyggingu landsins og í henni má finna mörg áhugaverð söfn eins og til dæmis bandarísku byltinguna en fyrir rúmum 2 öldum síðan var sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna undirrituð þar sem og stjórnarskrá landsins. Þar er upphaf bandaríska þingsins
og Philadelphia var höfuðborgin áður en Washington DC tók við. Það mjög áhugavert að skoða fyrsta þinghúsið og fá stutt söguágrip heimamanna á staðnum. Það yfir 300 veitingahús og barir í borginni þar sem hægt að sitja úti við. Veitingastaðir í heildina eru margfalt fleiri. Þegar maður búinn að innbyrða mikla borgarstemningu þá tilvalið að fá sér eina Philly steikasamloku. Það má ekki gleyma verslunum. Öll helstu merkin og búðurnar eru í Philly. Síðast en ekki síst má nefna Reading Terminal Market. Það magnaður matarmarkaður borgarinnar og hefur verið á sama stað á aðra öld. Stemmingi þar skemmtileg. Sem sagt, mjög margt í boði í listum, menningu, íþróttum, mat og drykk. Það ekki það sem allir vilja? Philadelphia mjög vinsæl heim að sækja og það ekki skrítið. Það eru 40 milljónir ferðamanna sem sækja borgina ár hvert. Sammála. You've got 60 seconds to tell Icelandic tourists what to do in your nice Philadelphia. Well, first of all, you have to come into the Reading Terminal Market. Þið verðið að fara í matarmarkaðin okkar, Reading Terminal Market, og prófa matinn. Heimamenn sækja markaðin mikið og einnig ferðamenn. Og tala við fólkið okkar. Þið verðið auðvitað að skoða Liberty bjölluna og fyrsta þinghúsið, upphaf bandaríska þingsins. Eitt stærsti kostur borgarinnar hvað það auðvelt að ganga hana og fara á hina ýmsu staði. Við erum með mörg áhugaverð söfn og staði sem segja frá menningu og listum. En umfram allt, talið við fólkið í borginni. Við erum vinaleg, mun vinalegri en sagt og mun vinalegri en nágrannar okkar í New York. Ef þið viljið versla þá verðið þið ekki fyrir vonbrigðum. Komið með greiðslukortin ykkar, endilega. Við erum með úrval verslana og stórmarkaði í borginni, Macy's og fleiri þekkta verslanir og útsölumarkaðir eru að rísa og munu opna innan árs. Actually, coming soon will be a whole new set of outlets. High-end fashion outlets on East Market Street. So it's not done yet, it's under construction. So within a year or so, they'll be able to shop there. And of course, Macy's in our downtown. And plus we have malls around the region. So if they like to shop, they can shop till they drop. Þetta náttúrulega sögufrægur staður og gríðarlega margt að skoða, en svo bara skemmtilegu staður upp á það. Það mikið af veitingastöðum og börum og hægt að vera niður við ána og sitja úti. Þannig að það skemmtilegt fólk hérna og skemmtileg menning og mikið hægt að gera. Verslaðu jólanammið tímanlega á frábæru verði. Netto. Sparaðu með okkur. Hinn 17 ára Már Gunnarsson einn af efnilegri og skemmtilegri drengjum Suðurnesja. Hann hefur getið sér gott orð í tónlist og í sundi hann gríðarlega öflugur. Hann fór nýlega í söngvakeppni í Póllandi og stóð sig afar vel. Við hittum kappan á heimili hans hér í Bítlabænum og ræddum við hann þessa söngvakeppni og margt fleira í mjög áhugaverðu viðtali. Já, komið með okkur, við skulum heyra í Má. Jæja Már, hvað kom til að þú fórst í þessa söngvakeppni í Póllandi? Já, það var náttúrulega skemmtilegt. Ég var að vinna með Gísla Helgasyni sem einn flottasti blokkflautuspilari á landinu og hann var að spila inn blokkflautu fyrir mig á einum af lögunum mínum. Og þá benti hann mér á þessa keppni þarna sem var í Kraká og þetta núna 3. skipti sem hún var haldin og hann ráðlagði mér endilega að sækja og ég bara gerði það. Þetta var ágætis undirbúningsferli, maður þurfti að hljóðrita lagið og senda það út á geisladiski og þar tók einhver dómnefnd við diskunum og ég komst inn. Allt í allt voru þetta 26 keppendur á öllum aldri. Þetta var alveg frá 16 ára aldri upp í 55 ára, eða flestir voru reyndar 30 og eldri. Og þetta var alveg hrikalega skemmtilegt, haldið í einum bara flottasta leikhúsi sem ég hef komið í og þetta var bara algjör snill. Já, Slovaki Theater, eitt fegursta tónlistarhús í Evrópu sagt. Þannig að, en hvernig áttirðu lag eða samdirðu sérstakt lag fyrir þetta? Já, sem sagt, ég samdi lag og
sendi það út á vinn minn sem býr í Luxemburg og hann heitir Tómas Eyjólfsson og hann gerði textan við það og það heitir þá In the Stars. Okay. Og þetta, já, þér gekk vel? Já, ég tók 3. sæti, þannig að ég var bara mjög sáttur með það. Það var eiginlega bara dálítið svona markmið að komast í úrslitin, vegna þess að það voru alveg 50% tekið af. Þetta voru 26 í byrjun og það voru 13 sem fóru áfram í úrslit. Já, forkeppni á undan. Já. En hvernig var tilfinningin að vera á svona nýju sviði, getur við sagt, og í nýju landi? Þetta var ótrúlega skemmtilegt, líka þar sem að ég var að spila með alveg frábæri hljómsveit. Þetta var 18 manna band og hljómsveitarstjórinn alveg ótrúlega indæll og allir mjög næs og að spila í þessu Slovakia Theater var bara algjört ævintýri. Heyrðu, við getum ekki sleppt þér öðru en að þú leifir okkur að heyra smá bút úr laginu sem að, já, þú fórst með þarna út og náðu 3. sætinu. Það er sjálfsagt. I look around me and all I see is my love for you. You set me free. I look around me and all I see is my love for you. You set me free. Nature is all you need. In trees, birds that tweet. Þú ert búin að vera ansi duglegur í tónlist nokkuð lengi og hvernig svona staðan á þér í dag? Ertu að einbeita þér meira tónlistinni heldur en einhverju öðru? Já, ég náttúrulega á fullu í sundinu líka, þannig að eins og núna á þessari önn þá minnkaði ég skólan við mig til þess að koma tónlistinni og sundinu fyrir. Svo núna ég að undirbúa að gefa út plötu sem að verður tekin upp í Búlgaríu undir handleiðslu eins besta pródúser þar á landi sem var til þess bara daginn að taka upp með J.C. Chapman og eitthvað svoleiðis. Þannig að það alveg ótrúlega spennandi verkefni. Platan á sem þetta heita Söngur fuglsins og lögin þar eru öll eftir mig. Flestir textarnir eftir Tomma í Luxemburg og ég mun syngja einhver lög þarna, systir mín líka, Villi Naglbítur líka og vonandi einhverjum fleiri. Hvað ertu inn á einhverju sérstakari línu í tónlist? Hvers slags lög er þetta? Ég myndi segja að þetta væri svona bara dægurlög, svona popdægurlög einhver. Og plata og tónleika halda á framöndan? Já, ég vonast til þess að vera með útgáfutónleika. Hvernig, svona ef ég spyr þig, þú ert, hvað segir maður, mjög sjónskertur. Hvernig gengur þér að gera þessa hluti sem að þú ert að gera? Fyrir mörgum birtist þú bara eins og ósköp venjulegur og fólk jafnvel áttar sig ekki á því. Já, við þessa fötlun þína sem að þú ert að glíma við, en þú leikur þér að þessu? Eða þetta mun erfiðara? Í rauninni, ef maður hefur gaman að þessu þá þetta ekkert erfitt. Ég meina, maður bara gerir það sem maður gerir og ef það eitthvað sem maður þarf að sveigja til út af sjónskerningunni þá bara vinnur maður úr því. En þú ert aðalega í að semja lög og vinur þinn að mestu liti að semja textana. Hvernig svo ég spyr nú bara svona eins og leikmaður sem ekki mikið inn í tónlist, hvernig þetta að semja? Hvernig kemur þetta fyrir þér? Þetta rauninni, sko, ég bara sest niður við píanóið og að leika mér einhverjum hljómum og þá dett ég niður á laglínu og síðan þegar ég búinn að búa til beinagrind eða bara lagi þá tek ég það upp á símanum minn og sendi það á Tomma í Lux og hann hlustar á þetta og þegar andinn kemur yfir hann þá kemur einhver geggjaður texti. When I was a young man, I went away from home. I was not strong then and all alone. But now I'm older
And I am back at home. I remember I told her when I left alone, alive. Oh, I need to be alive. Need to fly up in the sky. I want to get high. Sérðu þig fyrir þér meira í tónlist í framtíðinni þegar þú verður eldri eða ykkur öðru? Ég vil helst gera þetta að mínu ævistarfi. Mig langar til þess að fara í háskóla í Amsterdam sem heitir Conservatorium van Amsterdam og einn besti tónlistarháskóli í Evrópu. Og það var ótrúlega gaman bara að reyna við það. Já. Ég klára FS núna jólin 2018. Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Já, Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Og það var bara spurning hvenær maður myndi leggja upp í hitt. Ég get ekki sleppt þér úr því ég með því hérna að spyrja út í sundi náttúrulega. Þú ert búinn að vera ansi öflugur í sundlauginni. Þegar þú ert nýbúinn að vera að keppa og ert að æfa stíft? Já, það er náttúrulega bara allt á fullu hjá mér. Ég er búinn að undirbúa mig núna fyrir Mexíkó. Ég er að fara til Mexíkó núna í lok nóvember að keppa á heimsmeistaramótinu í sundi. Og hvað ertu að æfa mikið? Ég er að taka svona 12 tíma á viku, cirka. 12 tíma á viku og síðan náttúrulega pluss styrktarþjálfun og svoleiðis. Finnst þér það skemmtilegt? Já, þetta heldur manni mjög vel við. Líkamlega, náttúrulega líka? Já, líkamlega og andlega. Maður er að byggja upp heilsu til framtíðar. Þannig að sundi er eitthvað sem að þú munt reyna að vera eins lengi í og getur? Já, ég verði í sundinu til markmiðið er að fara til Tókíó núna 2020 á Ólympíuleikana og bara gera mitt besta þar. Síðan kemur í ljós eftir það hvað maður gerir. En hvernig gengur þér í náminu í Fjölbrautaskólanum? Hvað ertu að læra þar? Eins og ég segi, ég minnkaði við mig núna fram að jólum bara út af sundinu og tónlistinni en Fjölbraut er bara mjög flottur staður og kennararnir eru frábærir. Már, við vitum náttúrulega einn frægasti tónlistarmaður og söngvari sögunar er mjög sjónskertur, er blindur, Stevie Wonder og hefur haldið upp á hann? Já, náttúrulega Stevie Wonder er þvílíkt legend og er bara minn uppáhalds tónlistarmaður eflaust. Og þetta hérna lag er örugglega uppáldið mér með honum. 'Cause I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. And I mean it from the bottom of my heart. Já, þetta var svolítið skemmtilegt. Atkvæðagreiðsla sameiningu sveitarfélagana Garðs og Sandgerðisbæjar fer fram laugardaginn 11. nóvember næstkomandi. Kosning fer fram í báðum sveitarfélagunum. Í Sandgerði er kosið í grunnskólanum í Sandgerði og í Garði er kosið í Gerðaskóla. Kjörstaðir opna klukkan 9 og loka klukkan 22. Bæjarstjórnir beggja sveitarfélaga samþykktu á fundum sínum fyrir í haust að kanna hug íbúa til sameiningar að undangenginni vinnu KPMG sem tók saman skýrslu fyrir sveitarfélagin kosti og galla sameiningar. Efni þessara skýrslu hefur verið kynnt á íbúafundum meðal annars í þessari viku. Garðmenn fengu kynningu á mánudagskvöld og Sandgerðingar á þriðjudagskvöld. Á fundunum bauðst íbúum sveitarfélagana að koma með spurningar sem margir nýttu sér. Strax og kjörstofum verður lokað verða atkvæði talin í hvoru sveitarfélagi fyrir sig og síðan ætla fulltrúar Garðs og Sandgerðis að hittast á miðri leið milli byggðarlaganna og tilkynna úrslitin í beinni útsendingu sem verður á fésbókar síðu Víkurfrétta. Það verður klukkan 23 á laugardagskvöld. Víða varð tjón á Suðurnesjum í óveðri sem gekk yfir síðasta sunnudag. Þak, klæðningar losnuðu af húsum og margt lauslegt fór af stað.
Bátar losnuðu í höfninni í Keflavík og björgunarsveitir höfðu í nægu að snúast. Hásjávað var þegar mesti veðurhamurinn var og gekk sjór á land bæði í Garði og Grindavík. Flæddi inn í hús í Gerðum í Garði og golfvöllur Grindvíkinga að húsatóftum að hluta undir sjó eftir veðurhaminn. Í kjölfar bilunar á flutningskerfi Landsnets sunnudagskvöldi 5. nóvember síðastliðinn hefur bæjarstjórn Reykjanesbæjar ítrekað bókun sem gerð var á aðalfundi Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum 2016 en þar var skorað á ráðherra að beita sér fyrir öryggi í raforkumálum á Suðurnesjum. Í bókuninni segir að mikilvægt sé að Suðurnesjalína 2 verði reist sem fyrst. Flutningsgeta núverandi línu fullnýtt og hamlar núverandi kerfi uppbyggingu á svæðinu. Suðurnesjalína 1 eina tenging Reykjanesskagans við meginflutningskerfi Landsnets og hafa bilanir á henni valdi straumleysi. Það ekki ásættanlegt meðal annars með tilliti til þess að eini alþjóðaflugvöllur landsins staðsettur á Suðurnesjum. Leikfélag Keflavíkur frumsýndi í síðustu viku hið vinsæla barnaleikrit dýrin í Hálsaskógi. Uppfærslan sem í leikstjórn Gunnars Helgasonar hefur fengið mjög góða dóma og uppselt hefur verið á allar sýningar fram til þessa. Myndirnar með fréttinni voru teknar á frumsýningu síðastliðið föstudagskvöld. Slökkvilið Brunavarna Suðurnesja hefur tvisvar með stuttu millibili þurft að fara að eyðibílinu Áslagsstöðum á Vatnsleysuströnd vegna elds sem komið hefur upp í útihúsum. Áslagsstaðir elsta uppistandandi íbúðarhúsið í sveitarfélaginu Vogum og Minja og sögufélag Voga hefur sýnt því áhuga að taka við húsinu og endurgera það í upprunalegri mynd. Það reynist hins vegar flókið þar sem margir eigendur að Áslagsstöðum. Myndirnar voru teknar við slökkvistarf á dögunum þar sem útihúsin brunnu til grunna. Við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Við að gera heilan helling á Suðurnesjum. Já, við erum búin að vera í tæp 40 ár að gefa út vikulegt fréttablað og það kemur hér út í miðri viku á miðvikudögum og fimmtudögum, dreift í öll hús á Suðurnesjum. Við erum líka mjög öflug á webnum, www.ff.is, þar eru daglega fréttir frá Suðurnesjum. Og við erum að sinna kylfingunum á kylfingur.is, nýjar golffréttir alla daga ársins, hugsið ykkur það. En við hvetjum ykkur endilega til þess að senda okkur ábendingar skemmtilegt efni í miðla Víkurfrétta. Þið getið meðal annars nota netfangið www hjá www.is. Við þökkum fyrir okkur að sinni. Sjáumst að vikuleiðinni. Verið sæl.